Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri á Akureyri, hyggst ekki sækjast eftir því að gegna embætti forseta Íslands. Hann sendi frá sér yfirlýsingu þessa efnis í vikunni en áður hafði Eiríkur Björn staðfest að hann væri að íhuga framboðsmál. Eins og kemur fram í tilkynningunni frá okkur að þá snýst þetta nú aðalega það bara að landslagið hefur breyst. Áramótin tilkynnti sitjandi forseti að hann ætlaði ekki að fara fram og þá opnuðust náttúrulega dyr fyrir fólk til þess að velta hlutunum aðeins fyrir sér, hvort að það og svona máta sig aðeins við embættið og athuga hvort að það hentaði til eða hvort að það hefði áhugaði að sækja um. Og það er bara allt öðruvísi þegar að sá sem að situr í embættinu, hvort sem það er forsetaembætti eða öðru, að maður sækist eftir starfi viðkomandi, að hann sé með og með fullu virðingu fyrir Ólafi því að hann er svo sannarlega staðið sig ágætlega í starfi að þá erum bara að tala hér að nú er bara komið upp allt annað landslag þegar hann tilkynni það að hann ætli sér að vera með í baráttunni og á þeim forsendum aðalega þá ákvað ég bara að taka ekki skrifið. Nú var ég ekki búinn að tilkynna það að ég ætlaði mér á fullu, ég var búinn að vera að skoða hlutina með minni fjölskyldu og mínum svona stuðningsmunum, við getum kallað það, að þá var bara mátið það sem svo að nú væri bara komið upp allt annað landslag og þá væri bara engin ástæða til þess að vera að fara í þessa vegferð. Þessi tilkynning Ólafs, kom hún þér á óvart? Hún kom mér á óvart, já, og ég held hún hafi komið reyndar þjóðinni almennt á óvart. Ég hef líka hlerað það að hans helstu stuðningsmenn hefðu ekkert endilega vitað af þessu og þannig að það kom líka ekkert síst hans nánustu á óvart. Hversu langt voru þið komin í ykkar undirbúningi? Já sko, hugmyndin að þessu, ef maður kalla þetta hugmynd, hún verður náttúrulega til fyrir 4 mánuðum síðan þegar að í rauninni ég er spurður út í það hvort að ég hafi hugað þessu við síðustu kosningar og tókum þá bara strax afstöðu að svo var ekki, við hefðum ekkert velt þessu fyrir okkur þá. En það má segja að það hafi verið svona sáð einhverjum fræjum eða einhverju fræji sem tók svona að spíra og maður fór að velta þessu fyrir sér og svona setja sig, svona máta sig við hlutverkið eða við verkefnið og aðtók hvað maður hefði fram að færa. Og það svona bara ágerist núna bara í vetur að ég fór að velta fyrir mér bara hvað ég hefði fram að færa og hvort að það væri eitthvað sem ég gæti lagt til málana. Og þannig að undirbúningurinn má segja hafi verið þó nokkuð mikill en hann er nú alltaf aðalega í hugmyndavinnu. Núna svona seinni hlutan eða síðustu vikur þá höfum við verið að fara út í praktíska hluti. Það er að fá fólk til að starfa með mér, þetta kallar á að ráða fólk og þá þarf að búa til efni og svona, eins og við getum kallað praktíska hluti. Þannig að við vorum komin þó nokkuð langt en ekki þannig að það setti hlutin alveg á hliðina og stoppaði mann ekkert af að taka ákvörðun að hætta við að fara alla leið. Hverjar hefðu orðið þínar helstu áherslur ef þú hefðir orðið forseti? Já, sko, mínar aðal áherslunar snúa náttúrulega bara að stjórnskipan landsins og ég hef velt því mikið fyrir mér. Ég er mjög svona ósáttur við í rauninni hvar stjórnarskrármálið er statt. Okkur haldið í óvissu í mörg ár og virðist vera að það halda okkur áfram í okkur óvissu stjórnskipunina og stjórnarskrána. Þannig ég hef nokkuð skýra sýn á það og það eru nokkur hluti sem er í stjórnarskráni sem ég hef viljað leggja sérstaka áherslu á eins og mannréttindamál sem þar eru inni. Og síðan hef ég svona bara þessa almennu sýn sem fólk hefur varðandi embættið og hvernig hægt er að nýta það til þess að efla þjóðina og mér finnst skipta gríðarlega miklu máli að forseti Íslands sé aðili sem að hlusta á það sem er að gerast í samfélaginu. Hann hlusti á þjóðina og hlusti á það sem er í gangi og mín áherslur liggja til dæmis og hefur legið í því og gera það reyndar enn því að ég berst ennþá fyrir þessum málum þó ég sé ekki að gera það á vettvangi forsetaembættisins eða í baráttunni forsetaembættið að þá snýst þetta líka það að brúa eitthvað svona bil á milli ólíkra hópa í samfélaginu og mér hefur tekist ágætlega í mínu starfi að vinna með ólíkum hópum og ólíku fólki og það er svona sú áhersla sem ég myndi líka hefði gjarnan vilja leggja á í þessu embætti og mun að sjálfsög gera áfram bara í mínu starfi að
miðla málum og vinna með fólki. En þessi saga, getur við sagt, breytir þetta þinni stöðu sem bæjarstjóri? Þú ert í raun og veru að sækja nýtt starf. Gerir það alls ekki. Þetta er bara lýðræðislegu réttur okkar allra að sækjast eftir þessu einu af áhrifamestu störfum í íslenskri stjórnsýslu og það er bara minn réttur. Ég hef rætt þetta við bæjarfulltrúa áður en ég fór af stað, eða það leyti sem ég er að fara í þetta af einhver alvöru undirbúningi og það tóku því allir bara vel. Þannig að ég hefði bara farið í leyfi frá mínu starfi, eins og held ég flestir gera þegar þeir fara í kosningabaráttu eða undirbúninga að kosningum, hvort sem það er til forsetaembættis, Alþingis eða til sveitarstjórna.